talandi verðtrygginguna aftur, þá þegar að talað að leiðrétta verðtrygginguna, þá spurt hver á að borga. Og sú spurning flokkast undir heilafót sem heitir gasljós eða gaslightning, og ég fer í það hérna í öðrum vídeóum fyrir neðan, að það heilafóttaraðferð eða aðferð til þess að rugla fólk. Og til þess að kannski útskýra þetta á mannamáli, þá verðtryggingin í raun það sama, og ég myndi segja að ég hafi hugsað mér að ræna nágranna minn 300 krónur. Og verð svo óheppinn að það ég að fara og nappa því, að þá kemur lögreglan og hefur kannski frétt að því og stoppað mig og segir, það ólöglegt, það bannað að brjótast inn hjá fólki. Og lögreglan stöðvað mig. Og þá segi ég, en hver á að borga mér þessar 300 krónur? Ég búin að setja þessar 300 krónur inn í heimilisbókhaldið, við ætluðum að gera þetta við það eða hitt við það. Hver á að borga mér þessar 300 krónur? Þannig að það alveg búið að fara í hring í vitleysunni, og þetta sem sagt orðin hringavitleysa. Og síðan kannski nágranni minn sem veit ekki hvaðan á hann stendur veðrið. Hann allt í einu, hann fer að spurja mig, já, í lagi að ég borgi þessa 300 krónur með afborgunum, eða hvernig getum við ekki eitthvað samið þessar 300 krónur? Og síðan farið bara út í endalausar umræður það hvernig þeir samningar gætu verið. Hvort það væri greiðslusamning, eða hvort ég myndi taka sláttuvélarnar hans, eða hvernig við myndum leysa það vandamál. En það í raun ekkert vandamál, því þetta þjófnaður. Verðtrygging afleiðuviðskipti og ólögleg samkvæmt lögum, bæði íslensku lögum, Evrópulögum, alþjóðalögum, það bara, hún kolólögleg og það ekkert hægt að rífast neitt það. En það með einhverjum snilldarhætti eða með einhverjum hætti búið að snúa rifrildinni yfir það hvort að fórnarlambið geti fengið afborganir og hvers konar afborganir fórnarlambið geti þá fengið. Þetta sér náttúrulega hver helvita maður tómt rugl.